Já, við ætlum að ræða orkumál. Það urðu tímamót í gær þegar Orkustofnun veitti fyrsta vindorkuvirkjana leyfið, getum maður sagt, við Búrfellslund við Vaðöldu í Rangárþingi ytra. Vindorka hefur verið bitbein í umræðinni hér í nokkur ár og við höfum fengið framkvæmdastjóra Landverndar til að ræða við okkur þeirra hlið á málinu. Velkomin Björg Eva Erlendsdóttir. Takk fyrir. Hvernig líður þér í dag með tíðindi gærdagsins? Mér líður sjálfur bara ágætlega, þakka þér fyrir. En þessi tíðindi gærdagsins eru sannarlega tilefni til þess að slá í og gefa í náttúruverndarbaráttu, af því að þetta er náttúrulega fyrsta leyfið í vindorku og það er ótímabært að okkar mati, þótt að það hefur verið farið eftir öllum lögum og akkurat þetta vindorkuver, við tölum nú ekki vindlundi, en vindorkuverið þarna í Rangárþingi ytra, að það er sem sagt þá það fyrsta. Og hvað kemur svo? Það eru ótrúlega mörg svona orkuver á teikniborðinu og eiginlega bara eins og það sé ykkur svona hópbilun í gangi. Ísland verður bara eins og einhver nálapúði ef þetta gengur allt eftir. Já, ég heldur sé í kringum 50. Já. En þú segir ótímabær og byrjum á því að þú rökstyðir það. Já, það er eiginlega bara þannig að Landvernd og margir fleiri líka hafa kallað eftir því að það verði einhver svona almennileg heildarstefnumótun vindorku á landinu og að okkar mati þá væri best að henni væri lokið áður en það er farið að virkja. Já. Og það er náttúrulega eitthvað sem við gerum oft ekki rétt. Íslendingar, við bara framkvæmum fyrst og svo búum við til stefnu eftir á. Já, en í svona ofsalega erfiðu máli fyrir íslenska náttúru að þá væri miklu betra að heildarstefnan til mjög langs tíma væri tilbúin fyrst og það væri einhver svona sameiginlegur skilningur og vilji hjá þjóðinni eiga þessi orkuver að vera lítil og mörg, eiga þau að vera stór og mörg, eiga þau að vera bara út allt land. Já. Hvað eiga möstrin að vera há? Hvað getum við þolað af mörgum svona möstrum á sama svæði? Hvað með þau sjást langt að? Já. Yfirleitt er þetta þannig að þetta sést mjög langt að. Já. Og ég held ekki að það sé eitthvað náttúrulögmál að þau þurfa að vera svona hátt í 200 metrar eins og víða er áformað. Eru þau ekki cirka 150 metrar þessi möstur sem Jú, ég held að þessi séu cirka 150 metrar og það er miklu hærra. Það er helmingi hærra heldur en tilrauna vindturbínurnar sem eru fyrir ofan Búrfell núna. Já. Gnúpverjahrepps-megin. Ég held að þær séu ekki nema 50 metra háar. Nei. Þannig að, eða 75 í mesta lagi, þannig að þetta er, og þau rísa ágætlega upp úr landslægin og sjást meðal annars úr Gjánni í Þjórsárdal. Já. Þannig að þetta er eitthvað sem sést rosalega langt að og það þarf að taka með í reikningin, erum við tilbúin í það. Við erum líka að selja Ísland eins og mesta ferðamannaland í heimi. Já, þannig við ætlum einhvern veginn að gera allt. Þér finnst þetta ekki fara vel saman að við erum að auglýsa víðernin og óspillta náttúru en svo verður sjónræn upplifun ferðalangana fyrir miklu áreiti. Ég er ekki bara endilega að hugsa ferðalangana, ég er bara að hugsa líka okkur sem búum í þessu landi. Já, hvað erum við tilbúin til þess að hafa fyrir augunum? En að þú nefndir sérstaklega ferðaþjónustuna, þá sérðu fram á að þetta getur verið. Já, ég er bara bent á að það er þessi spaðar sem nú þegar snúast sjást til dæmis úr Gjánni sem að er friðland og svona náttúruperla. Já. Er upplifun þín svo, ég man fyrst þegar ég flaug til Kaupmannahafnar og sá vindmyllurnar þar, það var forvitnilegt. Það var, hvað er skrítið. En af því að náttúran er eins og hún er í Danmörku, ekkert svona mjög mikilfengleg, þá fannst mann þetta kannski ekki fara jafn illa þar eins og maður hefur ímyndað sér að gæti hendað hér í íslenskri náttúru. Veltur þetta einhverju leyti á mikilfengleika og sérstöðu náttúru hvort vindmyllugarðar eru góð hugmyndið ekki?
Sko það sem allt veltur á fyrir það fyrsta, það er hvort að það er þörf á öllum þessum vindmyllum og hvort að þessi orkuskortur sem mikið er talað sé þannig að við þurfum að leggja landi meira eða minna undir orkuframleiðslu. Ég veit að það tekst á það. Já. En sko, hvað var það náttúruna? En síðan ef að það ætti að fara út í þetta, þá þarf að byrja á því að skilgreina hvar getum við hugsað okkur að hafa þetta. Eiga svona vindver að vera kannski bara einhver staðar upp á Grundartanga eða við álverið í Straumsvík eða einhver staðar þar sem er mjög mikið rask fyrir. Og svo er líka annað í þessu sem kom nú ágætlega fram í viðtölum í gær, bæði við Höllur Hund Logadóttur og líka Hörð Arnarsson, forstjóra Landsvirkjunar, að það þarf náttúrulega líka að huga því hvort að það þarf að byggja líka nýjar raflínur öllu þessu tengt. Já. Í akkurat þarna við Búrfell þá eru raflínuna til staðar og þetta er einhvers konar framkvæmdasvæði fyrir. Já. Þannig að jöfnunar orkan sem líka er mikið talað að það eru einhver hlutir sem ekki þarf að fara í þarna. Já. En hins vegar er þetta í brún hálendisins og sést alveg gríðarlega langt að. Já. En svo á mörgum öðrum stöðum þá bæði sést þetta langt að, plús að það þarf fullt af viðbótar mannvirkjum, fullt af viðbótar virkjunum, fullt af viðbótar vegum. Já. Og ég bara veit ekki til þess að það sé búið að fara yfir alla þessa hluti þannig að það sé komin einhver almenn sátt hvað þá kynning og samtal við fólkin í landinu hvernig þetta á að vera. Sko, vindur er sennilega mjög misjafnlega mikill á landsvæðum. Á þess að ég hafi mjög mikið vit á því, ég er ekki veðurfræðingur, en er fyrst og fremst hyggurðu verið að einblína á hvernig þú færð mest út úr vindinum á hverjum stað, burtséð frá öðrum áhrifum, eða hvað ræður því þegar kemur að því að horfa til þeirra svæða sem að þeir sem að vilja virkja vind, hver er þeirra óskalisti? Já, nú spyrð þú spurningarinnar sem að við ættum öll að fá svör við áður en er byrjað. Já, og ég hef ekkert fengið svörin við þessu frekar en þú. Nei. Ég hef vissulega fengið svör það að það eigi ekki að hafa þessi vindorkuver á miðhálendinu sem er nú mjög gott, en þau sem verða munu enga síður sjást þaðan. Já. Þannig að það er bara mjög margt í þessu sem er ekki búið að svara og ég er alveg viss það að eins og þetta lítur út núna að þá er ekki einhver svona sjónarmið það hvar er best fyrir alla að hafa vindmyllur sem ráða því hvar fólk ætlar að fara í þessa orkuöflun. Það er bara einhverju sem hafa komist yfir land eða sjá tækifæri til þess að geta kýlt þetta í gegnum einhverju sveitarstjórnir. Já. Það er frekar þannig. Já. Að þarna er bara viðskiptatækifæri sem að bara allir og amma þeirra ætla núna að hoppa á. Einmitt. Og að því gefna sveitarstjórnir samþykki þessar framkvæmdir, þá er harla fátt sem getur stöðaðar. Sko þetta tiltekna vindorkuver er búið að fara í gegnum heilmikið ferli. Já. Og maður sá það alveg að Halla Hrund, hún orkumálastjóri, hún varaði við öllu mögulegu í viðtali í gær og kallaði eftir stefnu, alveg eins og Landvernd hefur gert og það er alveg hægt að taka undir allt sem hún sagði. Til dæmis að það þyrfti að liggja fyrir hvað þetta nota orkuna í, sem ekki er. Nei. Og það þyrfti að fara yfir, gera þessa heildarstefnumótun. Hún kallaði eftir því, en enga síður gaf Orkustofnun út þetta leyfi og það virkar svolítið eins og að það hafi verið svona bara af því hún varð að gera það. Já, að hún sé jafnvel að gefa þetta leyfi sér þvert geð. Ég ætla svo sem ekki að segja hennar geð, en allavega sér hún að það þarf svona stefnu. Já. Og þess vegna þá er eins gott að fólk fari bara að vítt landið að reyna að kynna sér þessi mál. Já. Og reyna að hafa áhrif á hvernig þetta þróast. Já. Vegna þess að annars þá verður þetta þannig að þetta kemur allt saman og það verður ekki aftur snúið og framkvæmdin er komin og langt. Já. Enginn hefur samþykkt hana nema einhverja sveitarstjórnir. Já. Og þá setjum við bara uppi með það að gera stefnuna eftir á
og það vill Landvernd ekki. Nei, ég tók eftir mjög miklum, þetta nú meira svona komment heldur en ég sé að byrja að bregðast við því. Ég tók eftir mjög miklum áherslumun hjá til dæmis Katrínu Jakobsdóttur sem þá var forsætisráðherra þegar ég var einu sinni að vinna sem blaðamaður fyrir Fréttablaðið og vindorka hafði verið til umræðu á ríkisstjórnarfundi og ég kom með upptökutæki og spurði annars vegar Bjarna Benediktsson og hins vegar Katrínu Jakobsdóttur spurninga út í vindorkuna sem þá var dálítið svona heitt mál í samfélaginu og þá voru átt okkur á því hvað það gæti orðið víða. Ég man að það var ekkert líkt með svörum þeirra tveggja þóttu væru í sömu ríkisstjórn. Bjarni virtist mjög spenntur, mjög peppaður fyrir þessu, sá eiginlega ekkert þessu fyrirstöðu en Katrín talaði mjög mikið mikilvægi þess að regluverkið yrði í lagi, það yrði farið varlega, hún svona virtist velta mjög fyrir sér endalínunni á meðan Bjarni virtist bara vilja stökkva á þetta allt saman og síðan hafa verið sagðar alls konar fréttir svona hvaða menn eru þarna baki fjárfesta og annað og manni dettur í huga þetta getur orðið svona dálítið stjórnlaust íslenskt viðskipta ævintýri sem einmitt ekkert það sem fólk veltir ekki fyrir sér afleiðingunum heldur það bara stokkið að stað mjög mikla framkvæmdir sem geta fylgt þessu hellingur af hjólum sem snýst, jú, það koma peningar en já nú veit ég ekki hvað sko hefur þér sýnst í Landvernd að það sé von á einhverjum svona við sáum umhverfisráðherra í vor leggja fram frumvörp sem að í rauninni veittu sveitarstjórnum aukið vald til að ráða sínum ráðum. Hefur þér sýnst sem ríkisstjórnin aktíft sé núna þessi einhver samstæða innan hennar að fara í næsta fasa þessara mála? Næsta meinar þá að greiða götu vindorku fyrirtækja yfirleitt á öllum þessum 50 heiðum sem að... Já, af því að sko ég að vitna í það að ég fann að þarna voru mjög skiptar skoðanir inn í ríkisstjórninni. Katrín var mjög á bremsunni, Bjarni var mjög á bensíngjöfinni og við höfum svona verið að bíða eftir því að fá að vita hvort verður ofan á. Já, ég held að það sé nú bara tölvert undir fólkinu í landinu komið, hvort verður ofan á, vegna þess að það sem við heyrum í Landvernd bara vaxandi áhyggjur fólks af stjórnleysi í svona framkvæmdum og fleiri framkvæmdum líka og að fólk fari langar leiðir fram úr sér. Það aldrei nokkur lífsins leið að fá neina vitræna umræðu hvað á að nota alla þessa orku í. Nei. Og það heldur ekki hægt að fá neinar almennlegar upplýsingar sko, hvernig á að afla jöfnunar orkunar og það eru þá bara ennþá frekari náttúruspjöll. Já. Þannig að þessi náttúruspjöll sem fylgja þessu, þau eru bara ekkert kortlögð. Það allt landið undir meira eða minna og áhyggjur fólks landið kring eru mjög vaxandi og við sáum það greinilega við erum að byrja að kynna þessi svæði fyrir fólkinu í landinu og efnum þá til gönguferða svæðin og við byrjuðum á Grjóthálsi núna helgina og það komu 70 manns í 15 kilometra langa göngu. Það nú bara tölverð fyrirhöfn og tekur heilan dag. Það áhugavert. Og það alveg greinilegt að fólk ekki sama, eðlilega. Já. Og það eitt þegar fólk að braska með banka og verðbréf og svona óefnislega hluti en þegar fólk farið að braska með sjálfa náttúru Íslands án þess að fólk fái röndverist þá segir fólk bara stopp og nóg. Já. Og það trúir ekkit lengur hvaða bulli sem Nei. Og bullinu orkuskortin þegar við vitum að við erum með dreifikerfi sem ekki búið að byggja upp. Þar eru stóru atriðin sem að hægt væri að nýta til þess að orkan verði notuð svo sem framleidd. Orkusparnaðar skýrsla kom út í fyrra, það voru nú bara 8%. Það eru líka miklu möguleikar.
sólarorka er meiri, það er meiri slægur í henni heldur en áður var talið. Og það er líka verið að skoða ölduvirkjanir þar sem eru kannski svona pínlítið eins og vindmyllur og hvolfi onni í sjónum. Sem það svona við fyrstu sýn. Hugnast hér til dæmis sjávarfalla virkjanir betur en vindorku virkjanir? Mér þykja stórar vindmyllur svona huggulegri og það sem þær sjást ekki heldur en það sem þær sjást. Já. Og þetta var nú fest á báta þannig að mér er sagt að flytja það til. Þannig að það eru bara til alveg ótal margir möguleikar í orkuöflun, jafnvel nýri orkuöflun, en við þurfum þá fyrst líka að finna út hver er þörfin. Já. Af hverju er ekki hægt að tala um það? Já. Ég myndist aðeins áðan á að margir hafa áhyggjur af þessum hópi sem að vill virkja að þetta sé kannski ekki okkar besta fólk og ef arður þá fara hann út fyrir landsteinana og svona menn eiga pínu erfitt með að koma þessu heim og saman. Á hinn bóginn þá er vindorka í ákveðnum skilningi græn orka og maður skildi ætla að félaga eins og Landvernd hafi líka þá skildu að tala fyrir grænni orku. Eru það aldrei í vandræðum með ykkar sjónarmið gagnvart vindorku á Íslandi? Nei, við erum ekki neinum vandræðum með það. Og ég veit ekki af hverju okkur ætti að bera skylda til þess að tala fyrir grænni orku bara út um allt og alls konar og án þess að við vitum orku þörfin að okkur ber ekki skylda til þess að tala fyrir orkuöflun inn á markaðskerfi. Og er sæmilega svona bara, er einhugur innan Landverndar? Okkur ber skylda til þess að verja náttúruna og það er það sem við erum að reyna að gera. Já. Og við erum auðvitað að reyna að gera það með fólkinu í landinu. Já. Og ég skynja ekkert nema samhljóm með okkar sjónarmiðum í þessu. Nei. Vegna þess að þetta er eins og einhvers konar áhlaup á náttúru Íslands. Já. Það er það sem það er og það er enginn sem er komin til með að segja það að þetta verði einhvern veginn skipti sköpum fyrir atvinnu uppbyggingu út um allt land, sjálfbæra græna atvinnu uppbyggingu eins og alltaf er sagt. En það eru bara klísjur. Við höfum bara séð það í öllu tilliti. Fáum fyrst á hreint hvar þarf orku og í hvað. Svo getum við farið að tala um skyldur til þess að tala fyrir einhverju eða ekki. En ef við reyna að kreista út úr svona spekulatív svör, hvað heldur það að liggi til grundvallar þessum mikla áhuga að reisa hér 50-60 vindorku garða? Sérstaklega ef það er ekki hvínandi orkuþörf. Hvað erum við að tala? Hverjar eru ástæðarnar fyrir þessu áhlaupi eins og þú kallar það? Ég held bara að þegar að fólk sér einhver eigir vonum að geta sett af stað arðbæran business þar sem að regluverki er ábótavant, að þá hleypur fólk augljóslega til í það. Og Norðmenn eru nú búnir að kannski klára svolítið sitt heima fyrir og horfa á fjárfestingar hér til dæmis. Norðmenn, Frakkar, fleiri og fleiri. Ég meina, hér er mikið af landi og þess vegna, og hér er mikið af landi og lítið af regluverki og þá er mjög þægilegt einmitt að fara hingað. Mér finnst þú svolítið vera að lýsa Íslandi eins og frumstæðu þriðja heims ríki sem er einmitt bara auðvelt að ná fram ekki góðum vilja. Nei, en við erum ekki frumstætt land og við getum alveg spýtt í lófana og sett almennilega reglur, haft gagnsæi, haft lýðræðislega opna umræðu, við getum það vel. Já. Og ég hef alla og fulla trú á því að það verði líka gert. Já. Og ég hef alveg trú á því að þessi ríkisstjórn, hún ætlar ekkert að gefa einhverjum innrásarmönnum Ísland. Nei. Enda af hverju ætti hún að gera það? Ég bara trúi því og treysti að það verði fljótlega settar mjög góðar reglur og það verði stigið á bremsuna þangað til. Já. Við höfum séð ákveðin vanmátt getuleysi íslenskra stofnana, til dæmis í slagnum á Vestfjörðum, sjókvíaeldinu. Það er viðurkennt af hálfu starfsmanna, jafnvel bara forstöðumanna stofnana að þeir geta ekkert gert. Ef framkvæmd er farin á stað þá sé ekki hægt að stöðvana, jafnvel þótt hún sé ólögleg.
en það eina sem hægt sé að gera það sé að setja einhverjar dagsektir á sem eru kannski bara pínlítið brota þeim hagsmunum sem ef að segja brotamaðurinn hefur að því að stökkva af stað. Ég held að séu mjög margir sem eru ekki mjög bjartsýnir á það sem að þú segir að verði vonandi, að hér verði sterkt, hér verði tekið upp gott regluverk og við getum treyst því að sagan endi vel fyrir náttúru Íslands og íslenskan almenning. Ég ætla bara að leyfa mér að fullyrða það. Já, minna því það. Fólk getur alveg efast, en það er nú þetta sem við viljum samt öll. Já. Og til þess eru nú mistökin að læra af þeim. Já. Við höfum gert mistök og allir vita það. Allir vita að við höfum haft atvinnugreinar sem hafa vaxið allt og hratt. Já. Og undan reglunum. Já. Og það er rosalega mikilvægt að nákvæmlega þetta vaxi ekki of hratt og undan reglunum. Já. Og ég vil bara segja vaxi bara ekki neitt á undan reglunum. Þannig ætti að vera. En ef að fara aftur til dæmis tímans þegar Kárahnjúkavirkjun var ákveðin, það gerist allt bara nánast á einni nóttu, óbúslega hratt. Það er regluverk en það er bara sveigt af þörfum þeirra sem að vilja virkja og ráðherra grípur inn í eftir að ein stofnun hefur sagt eitthvað og sagt nei, þetta er ekki góð hugmynd. Pólitískur vilji hlýtur að ráða óbúslega miklu í þessum efnum og þessi ríkisstjórn við vorum að reyna að velta því fyrir okkur áðan hver hennar vilji væri, en hyggur þú til dæmis að þegar við göngum að kjörborðinu eftir rúmt ár, erum við þá meðal annars að kjósa náttúru Íslands og orkustefnu og vindorku og betra regluverk? Já, við þurfum nú eiginlega að drífi því fyrr, sko. Já, við höfum ekki tíma til að bíða. Nei, mér finnst við alls ekki hafa tíma til þess að bíða eftir kosningum eftir heilt ár. Nei. Til þess að koma böndum á þetta, það þarf að gera það strax. Já. Og ég vona bara og treysti því að stjórnmálin vilji það líka og þau munu skynja þrýsting frá almenningi það. Já. Sem er líka alltaf nauðsynlegur út af því að stjórnmálin virðast svona betur móttækileg fyrir þrýstingi frá fjársterkum hagsmuna aðilum heldur en einhverjum Jónum og Gunnum. Jú. Þannig en nú þurfa þau aðeins að bara hugsa sig að því að það er einhver mikil svona alda að fara af stað og maður finnur það að áhugin fyrir þessu farin að minna svolítið á náttúruverndarstemninguna fyrir Kárahnjúka. Fólk bara óttaslegið út af öllum þessum áformum. Já, og það nær út fyrir raðir hefðbundinna félagsmanna í landvernd, finnst þér? Það nær langt út fyrir þær raðir. Já. Mér finnst áhugaverð þetta sem ást að tala áðan heiðarnar og göngurnar verður framhald á því hjá okkur í landvernd. En við erum bara skipuleggja það núna, þannig því miður get ég ekki auglýst næstu göngu hér í þessum þætti því að það er ekki búið að ákveða stað og stund. Já. Hins vegar var þessi ganga sem við fórum Grjótháls núna á sunnudaginn, hún var nú það falleg og merkilega, ég hefði bara helst vilja fara aftur á morgun, sömu leið. Já. Og það voru náttúrulega líka mjög margir sem mista af þessu. Já. En þetta var alveg, þar sá maður bara svo glögglega hvað við eigum mikið af ósnortnum víðernum ekki bara upp á miðhálendinu. Það er bara rétt, þú getur hort niður á veginn, þjóðveg 1 og svo í hinn áttina eru bara algjörlega ósnortin náttúra. Já, og kannski verður bara gengið fram í norðan stórhrið í vetur. Já, auðvitað. Já. Ég meina við göngum bara þegar spáin er góð. Einmitt. Kannski ekki stórhrið því þá sjáum við ekki neitt. Engin bilbugur. Nei. Og auðvitað göngum við þótt að sé vetur. Já, einmitt. Þannig að þú boðar vakandi aðhald og lýsir eftir því að skynsemin verði á borðinu í hvað varðar vindorku garða á Íslandi. Já, og ég er alveg vissum að það verður þannig og að almenningur krefst þess. Já, við vonumst til þess að bjartsýni þín verði ofan á. Þakka þér fyrir komuna, Björg Eva. Jú, takk sjálfur. Og kannski ágætt að bæta því við svona í lokin að Halla Hrund Logadóttir er á leiðinni til okkar en sennilega ekki fyrir á morgun. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is